og þá er komið að 5. lið á dagskrá, félagsmiðstöð til málsteku bæjarfulltrúi Sunnalín Jóhannesdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Á síðasta ári var farið í þær breytingar að færa starfsemi félag úr Rósenborg inn í skólana og færa starfsmenn félagsstöðvana og forvarnarfulltrúa undir þá. En ég var í upphafi mjög gagnrýnin á þessar breytingar og sér í lagi hvernig var staðið að þeim, samráðsleysi við kjörna fulltrúa við svo mikla stefnubreytinga á starfi með börnum. En það hefur samt sem áður komið í ljós að sumt hefur bara gengið mjög vel en annað kannski síður. Og ég held að þær breytingar sem voru gerðar á virkinu og ungmennahúsinu hafi bara tekist vel og það er svo kynning sem að fengi á því starfi hljómaði bara vel og þó að ég seti spurningaverki við hvort að hann geti gert þetta allt saman einn, sá ungi maður sem er í því starfi. En samþykkt var til okkar í Framsókn að stofnaður stýrihópur með öllum hlutaðeigandi aðilum til að tryggja farsæla innleiðingu verkefnisins. Meðal annars fengum við Jakob Frímann Þorsteinsson, doktor í tómstunda og félagsmálafræðum til liðs við okkur. Og á hann þakkir skildir fyrir frábæra vinnu og að halda okkur á tánum. Hann hefur leitt okkur í rauninni í gegnum þessa vinnu og komið með mjög gagnlegar ábendingar. En nú stöndum við frammi fyrir því að vinna stýrihópsins er á enda samkvæmt erindisbréfi en ákveðið var samt sem áður á síðasta fundi að bæta við einum þar sem að okkur fannst þetta pínu í lausu lofti að fara svona inn í sumarið. Ég sem sagt ráðfærði mig við lögfræðing Akureyrarbæjar og geti miður ekki vísað í fundagerðir stýrihópsins sem ég hef mjög gjarnan vilja geta gert til að útskýra aðeins hvert ég er að fara með þetta. En það er mitt mat að við erum bara rétt að hefja vegferðina og þurfum að fylgja þessi betur úr hlaði og eins íhuga vel hvort við þurfum að tryggja faglegan stjórnanda yfir þessu félagsmiðsta starfi og þar þurfum við að hlusta sérstaklega á það starfsfólk sem tilheyrir því sem er pínu höfuðlaus her. Þannig að ég hef töluverð áhyggjur á starfinu og því hvort okkur takist að ná til þeirra hópa sem þurfum að ná til þvert á skóla. Lítið klúbbastarf hefur farið á stað og tók sem dæmi marga mánuði að setja hinsegin klúbb á koppinn. Það virðist vera nokkuð óljóst hver eigi að stýra þessari vinnu þegar hver starfsmaður er undir mismunandi skólastjórnendum. Einnig virðist vera mismunandi í hvað störf starfsmenn ganga inn í skólunum. Því er nauðsynlegt að fara aftur yfir starfslýsingar og tryggja viðeigandi þjálfun og menntun á þessu sviði að því að við stöndum frammi fyrir því að þeir deildarstjórar sem eru og eru að gera sitt besta hafa ekki þessa menntun í þessum fræðum. Og þess vegna hefur mér þótt og eflaust fleirum í þessum stýrihópi að við þurfum að tryggja einhverja faglega stýringu á þessari vinnu. Ég heimsótti eina félagsmiðstöð daginn og þar var þá félagsmiðstöðarfulltrúinn í afleysingu í íþróttakennslu og þau hafa verið sett í alls konar störf sem að stýrihópnum hefur ekki þótt falla undir þeirra starfslýsingar og við erum bara rétt að hefja þá vegferð að reyna einhvern veginn að líma þetta saman aftur. Þannig að ég held að við verðum að hugsa líka bara þetta starfsfólk sem resið í þessi störf, að við getum ekki ætlast til þess að þau taki faglega forystu þegar þau eru að vinna í sitt hverju skólanum öll sömul með mismunandi skildur innan sinna veggja. Og við höfum líka alveg sett spurningamerki við réðum 14 manns inn, af hverju þau eru öll í starfi flest
yfirleitt frá 8 á mótnana og eins og faglegi leiðtogi okkar í þessu starfi og ég hef líka spurt mig eigi ekki einhverju þarna að vera mestu að vinna eftir hádegi seinnipartinu og kvöldin með börnunum en ekki í skrifstofinnu eða inn í stuðningi inn í skólum. En þetta alls konar og mjög mismunandi eftir skólum. Sumstað gengur þetta bara ágætlega og þetta aðeins að smyrjast eftir áramót en við getum ekki sleppt höndum af þessu núna. Og ég veit alveg að það eru skipta skoðanir þetta en við erum nokkur á því að við þurfum mögulega að bakka aðeins. Við þurfum ekki að fara með starfið úr skólunum en við verðum að tryggja faglega stjórnun. Þannig að ég ætla að leggja fram hérna tillögu og ætla að bera hana hérna undir ykkur og þetta tillaga frá okkur bæjarfulltrúa Gunnars. Umræðum hvernig tekist hefur til við innleiðingu breytinga á starfsemi félag vísað til fræðslu og lýðheilsuráðs. Þar verði núverandi fyrirkomulag endurskoða með það að markmiði að tryggja að fagleg forysta félagsmiðstöðva á Akureyri sé á einni hendi og að starfsmenn félagsmiðstöðva komi með öflugum og faglegum hætti til móts við þarfir grunnskólabarna. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sunnarlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu og orðið laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég tek undir margt sem að bæjarfulltrúi Sunna fór yfir í máli sínu en ég ætla að halda hérna smá tölu þetta stóra mál sem að tók nokkur ári í vinslu og svona ennþá að vera að móta en ég mér langar nýta hans tækifæri til að rifja stutlu upp af hverju fórum í þessar skipulagsbreytingar. Það voru svolítið stór markmið sem lágu á baki. Við vissum að þetta myndi taka tíma og myndi taka tíma að festa sig í sessi en við reyndum með þessum breytingum að auka samstarf milli skóla og frístund og forvarnastarfs. Við þurftum að endurskoða stjórnskipulagið með þessu markmiði til að bæta samfellu, ábyrgð og nándu börn og ungmenni. Með breytingunum eru skólastjórar yfirmenn þeirra sem starfa í félagsmiðstöðvum og starfsfólki í málaflokknum var fjölgað og hver starfsmaður í dag mun meira með börnum og ungmennum bæði í skólatíma utan hans en áður tíðkaðist. Markmiðið var mjög skýrt, meiri nálægð, hraðari inngrip, betri nýting, faglegra úrræða í daglegu starfi með börnunum. En þegar við lítum yfir fyrstu mánuðina, þá koma fram skýrar vísbendingur breytingandi sé að skila þeim áhrif sem stemt var að. Þar sé að samfella milli skóla og félagsmiðstöðvana, þetta hefur aukist alveg verulega. Þátttaka barna og ungmenna í félagsmiðstöðvum hefur aukist bæði mið- og unglingastigi og föstudagsopnanir hafa verið innleiddar í kjölfar óski barna og ungmenna. Við höfum opnað oftar á miðstigi og aukið framboð eykur aðgangi og styrkir félagslega tengingu barnanna. Við höfum fundið líka að það verið töluverð aukning í vinnu á fyrsta stigi farsaldar, meðal annars tengt líðan, samskiptum, félagsvænni og sjálfseflingu og jafnvel eineltis forvörnum. En nálægt starfsfólk hefur einnig leitt til betra samstarfi foreldra, kennara og aukin gagnsæi sem stöðu þarfir barnanna. Í félagsmiðstöðvum fullorðna þar meðal ungmennahúsið og virkinu hefur verið aukin virkni og mæting og þar hefur þróuð ný nálgun til að ná betur til jaðarhópa og efla snemmtækjan stuðningi samstarfi framhaldsskóla og hagsmuna samtök. En á sama tíma liggur alveg fyrir að þetta ekki komið í fullan farveg. Við þurfum að styrkja deildastjórana í faglegu leiðtogahlutverkinu sínu, efla sameiginleg verkefni borðið klúbbastarf og tryggja áframhaldandi fræðslu og samræma faglega stefnu. Þetta eru hins vegar eðlileg viðfangsefni fyrsta innleiðinga ársins. Það er rosalega mikilvægt að hafa í huga að breytingar af þessari stærðargráðu skil ekki fullum árangri á einum vetri. Að bakka núna myndi alls ekki auka fagmennsku né bæta þjónustu, heldur skapa meiri óvissu og rýra þann árangur sem þegar hefur nást. Hvað erum við að tala næstu skref í innleiðingu þessu breytinga?
Í vinnslu nú markviss endurskoðun á starfslýsingu þeirra sem starfa í tengslu við breytingarnar. Svo vinna byggir á að hlusta sérstaklega á reynslu fólksins í störfum og af þeim sökum könnum við líka eftir ábendingar og athugasemdir frá viðkomandi starfshópum og þar á meðal sjálfsögðu frístundafulltrúunum. Einnig félagsmiðstofufulltrúum, deildarstjórum, forvarna og frístundamála og skólastjórum. Þar verður sérstaklega kallað eftir því að starfslýsingar séu rýndar í ljósi reynslunar og bent á hvað áherslu þurfa að skýra eða breyta. Þetta á allt eftir að taka breytingu. Jafnframt í vinnslu sérstök könnun skipulagsbreytingarnar í heild sem lögð hefur yfir allt starfsfólk grunnskólana. En að auki verið að undirbúa könnun meðal nemenda, þurfa leitast að meta hvernig þurfa upplifa breytingarnar. Þannig að það er fullt í gangi til að meta breytingarnar og hvað getur gert betur. Með þessu breytingu var farið svo leið að ráða fagmenntaðan deildarstjóra, forvarna og frístundamála í hverjum skóla sem ber ábyrgð á hverjum þessu málaflokki á sínum stað. Starfa í nánu samstarfi við aðra í sambærilegum störfum og starfa náið með stjórnundateymi skóla. Þar er fagleg forvarsla nála börnum, starfsfólki og daglegu starfi. Ég vil svo sannarlega hrósa því starfsfólki sem hefur tekið þátt í þessum breytingum með okkur. Þarna er hópur fólks með mikla reynslu sem á nýtt fólk með sterka tengingu við börn og ungmenni og virkilegan áhuga að byggja upp gott starf. Deildarstjórarnir hafa skýran samráðsvettvang bæði sín á milli og með skólastjórum og sviðsstjórum og sú samvinna er lykilforsenda þess að breytingarnar ná festast í sessi. Á sama tíma er ljóst að slíkt kallar á markviska eftirfylgd, áframhaldandi stuðning við leiðtogahlutverk deildarstjórana og skýra framkvæmd þeirra á milli. Það er meðal klúbbastarf sem þarf að byggja á festu í framhaldinu. Þetta undirstrekar enn og aftur að svona stórar kerfisbreytingar taka tíma. Þær þurfa forystu, þolinmæði, eftirfylgd og ekki skref aftur bak. Heldur áframhaldi vinnu að því að gera kerfið sterkar með hverju árinu. Nú skiptir mestu máli að sína úthald, byggja áfram þeirra reynslu sem hefur skapast, styrkja faglega forystu og gefa breytingunum raunhafa tíma til að festa sér sessi, með hagsmuni barna og ungmenna að leiðarljósi. Ég vil síðan bæta við á lokum að ég tel vera mjög góð hugmynd að framlengja þennan vinnuhóp. Það er að segja eftir síðasta fund sem er núna í byrjun júní, að ég held við ættum að hafa áframhaldið vinnuhóp til að fylgja þessum breytingum eftir og ég trúi nú ekki öðru að ný bæjarstjórn muni taka þátt í þeirri vinnu að skipa nýjan hóp sem fylgir breytingunum eftir og þá helst halda í hann Jakob og Gísla og fleiri góða gesti sem hafa komið á fundi á vinnuhópunum. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu. Ég ætla að biðja hann að taka við stjórninni og gefa mér orðið. Já. Þeim ástekur bæjarfulltrúi Hallbjörg Sveinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já nú svo sem hafði ekki hugsað mér endilega að koma inn í þetta mál en ég hlustaði vel hérna á bæjarfulltrúa bæði Sunnu og Heimi og hefur þetta fylgst með þessu máli og mín skoðun er sú og hefur svo sem kannski lengi verið að það sé farsælla að hafa þessa eða fólk sem vinnur við þessi störf inn í skólanum. Og mér heyrist á öllum að það sé að takast ágætlega, það sé engin vilji til þess að fara tilbaka eins og ég skil það sem hefur komið hér fram. Með það, ég hjó eftir því hins vegar að bæjarfulltrúi Sunna sagði að við þurfum að íhuga vel hvort við ættum að hafa einn faglegan sem heldur utan allt starfið. Og ég held að í tillögunni samt sem að bæjarfulltrúi Sunna las að þá sé lagt til að við samþykkjum að svo sé. Þannig ég velta aðeins fyrir mér hvort það sé ekki einhver svona leið að framlengja líf þessa hóps sannarlega. Það er engin vanþörf á því, það virðist vera þau þetta þurfi miklu lengri tíma og meiri skoðun með það í huga að þetta sé skoðað. Ég var bara svona veltaði fyrir mig hvort það mætti kannski breyta tillögunni eitthvað þá veru. Takk. Takk fyrir það. Það var orðið laust. Næst tektu máls bæjarfulltrúi Jana Salum og Ingibjargar Jósefsdóttir.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Sunnu Hlín fyrir að taka þetta mál á dagskrá. Af því ég held að þetta sé mikilvægt og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við fylgjum innleiðingu þessara breytinga eftir áfram. Það fer svolítið eftir því við hvern maður talar. Sumir segja að þetta gangi frábærlega og allt sé svo æðislegt og það hafi aukist mæting, líkt og bæjarfulltrúi, eða þáttaka hafi aukist, líkt og bæjarfulltrúi Heimir kemur inn á. Ég heyrði síðast í dag þegar að það er farið fram með þessar staðhæfingar á pallborðum og heyrði síðast í dag að þetta veri bull og vitleysa og ég veit bara hreinlega ekki hverju ég á að treysta í þessu tilliti af því að það fer svolítið eftir því hvort þú sért að tala við skólafólk eða fólk sem vinnur í tómstunda og félagsmálafræðum. Og það er það sem að mér fannst einnig kannski miður í þessari vinnu er að allt var þetta gert á forsendum skóla en þó svo þetta hafi auðvitað í grunninn verið gert á forsendum barna og til þess að huga þeim að þá var þetta hins vegar gert á forsendum skóla og þekkingu skólafólks en í raun og veru ekki á forsendum þekkingar þeirra sem hafa í tómstunda og félagsmálafræðum. Og það er kannski það sem að ég á erfitt með í þessu máli og ég á erfitt með að vita hverju ég á að treysta með hvort þetta gangi svona frábærlega vel eða ekki. Einnig bara, en ég get tekið undir tillögu bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins og ég tel líka að það væri ekki vitlaust að skoða það að hafa faglegan leiðtoga sem að þessi deildastjórar gætu litið til miðlagt til þess að stýra þessu. Og ég held að það sé með því sé ekki verið endilega að fara tilbaka, heldur verið að reyna að horfa fram á veginn og hvernig við getum þá bætt þetta og aukið þessa faglegu þekkingu öllum til heilla. Það er bæjarfulltrúi Janna Salóme Ingibjargar Jósefsdóttir lokið máli sinni, orðið er laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, já það er óbáslega erfitt að ræða þessi mál þegar maður má í rauninni ekki segja hvað okkur farið á milli á þessum stýrihópsfundum og eiginlega miður að bæjarfulltrúi Heimir var ekki á síðustu 2 þar sem að það voru bara uppi áhyggjur og ég tók bara pínu að mér að taka þetta mál á dagskrá hér og það er hér er talað að endurskoða fyrirkomulagi með því að tryggja faglega forystu þessar einni hendi. Það er ekkert fast í hendi hvernig á að gera það, en það verður einhver að hafa forystu með þessum málaflokki. Og við erum bara að skapa óróa innan þessa hóps að þau get ekki leita til einhvers í þessum málefnum. Og það er bara þannig að þetta gengur betur í sumum skólum en öðrum og skilningur fólks er greinilega bara mismunandi á hvert þeirra hlutverk er. Og við verðum að koma okkur saman hvert þeirra hlutverk er. Og ég hafði áhyggjur til dæmis af miðstiginu þegar við ákveðum að færa klúbbastarfi þeirra eða námskeiðin úr Rósinborg inn í skólana og við vitum að það gekk ekki eftir. Síðan færum við aðra klúbba út í skólana og mjög fáir hafa farið af stað og það er að því að þau eru að vinna bara öll á sinni sér starfsstöð og hafa lítið svigrúm til að vinna saman. Þannig að ég hef bara áhyggjur af þessu og við sjáum náttúrulega ekki afleiðingarnir fyrir eftir nokkur ár en þarna erum við verðum að grípa krakka
sem hafa áhuga á einhverju sértæku og búa til umgjörð í kringum þá þvert á skóla. Það er bara okkar skylda að gera það. Þannig að þetta er allavega tillaga að vísa þessari umræðu inn í fræðslu og líð og helst hefði vilja bara stýrihópurinn og Jakob, sérstaklega Jakob, fengi að koma inn á þann fund og ræða þessa breytingu hvernig hefur gengið, því hann hefur lagt mjög margt til sem að við höfum ekki endilega gert og hann til dæmis hefur velt fyrir sig hvort við þurfum ekki bara að fara í samstarfi háskólan, hvort það sé þetta mennta á þessu sviði hérna og eða þá í sími eins og við erum að mennta hérna, skólaliða og leikskólaliða til að bæta í faglegt starf þarna en ég finn það samt sem áður, deildarstjórnir hafa verið að koma inn og fundi hjá okkur, þeir brenna fyrir þetta starf en finnst þið bara vera í pínu óvissu og við verðum bara að hjálpa þeim að fá smá festu í sitt starf. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir loki máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, það eru bæjarfulltrúar. Við erum nú að bregðast við orðum bæjarfulltrúa Sunnu og ekki mætt þessi stöðufundi þar sem ég var stjórnarfundi í ISI annarskipti sem er nú mikilvæg fundi líka og búin að gefa það með góðum fyrirvara en það var ákveðið að halda fund út, já. Það var ekki hægt að breyta fundatíma. Alltaf svo sem ekkert að fara yfir mætingu hjá öðrum flokkum eða eitthvað svoleiðis á fundum hér. Ég geti svo sem haldið langa ræðu það hjá einstaka flokkum í einhverju nefndum. En sko, máli er að í ræðum minni fór ég vel yfir það að þetta þarf tíma. Og það búið að koma vel í þessum stýrihópi að það þarf meiri tíma. Þannig að svar mitt hér er að lengja tíma í vinnuhópnum er bara lausnin út til því að þetta mun taka smá tíma og ég held að máli sé að við bara tökum máli aftur upp á ári liðnu. Ef það ennþá gengi illa þá bara geti vel verið við þurfum að bakka. En að bakka núna finnst mér eiginlega bara gjörsamlega galið eftir alla vinnuna. Auðvitað er eitthvað sem gengur illa og eitthvað gengur vel. En með þessari vinnu, með þessu samráði við stýrihópinn, skólastjóra, reynslubolta í félagsmiðstöðstörfum og fleira og við skulum ekki gleyma því að það er engin menntaður í félagsfræði hér sem er að vinna í félagsmiðstöðunum. Við erum ekki með mennta fólk í þessu. Það er líka það sem vantar sem að Jakobunum er að nefna oft að við þurfum að kenna þeim. Okkur vantar mennta fólk í þessu störf sem hefur vantað bara í mjög mörg ár. Þannig að sko, einnig finnst mér neikvæðni við garðbreytingarna búin að vera hjá sumum og búin að ákveða löngu fyrirfram að þetta myndi aldrei ganga upp. Það er bara því miður sannleikurinn og meðal annars einhverjir í stýrihópnum verð ég að segja. Takk fyrir mig. Það er bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason loki máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar. Ég ætla nú svo sem eitt að gerast kerfiskall hérna en ég átta mig ekki alveg á tillögunni sem ég tek undir með bæjarfulltrúa Sunnu Hlín að auðvitað að fylgjast með og fylgja eftir og gera betur. En ef ég man rétt að þá eru þessir félagsmálafulltrúar okkar, þeir eru sett undir skólastjóran á hverjum stað. Hvort að ég fatt ekki alveg hvernig kerfi á þá að ganga upp með að við búum þá til eitt höfuð, 15 manni til að hafa umsjón með þeim. Kannski er ég of kerfislægur. En allavega ég á sínu tíma og ég er enn þeirra skoðunar. Þetta hafi verið heillaspor og ég held þetta mun slípast og þróast. Kom mér á óvart reyndar að heyra hjá bæjarfulltrúa Sunnu Hlín að þessi félagsmálafulltrúar hefðu í einhverjum tilvíkum verið notaðir til kennslu sem er náttúrulega ekki tilgangurinn og var svona eitt af því sem við vorum vöru við á sínum tíma að gæti gerst en á ekki gerast. Ég horfa á þessa nánd að setja þetta fólk inn í skólana þannig að þau eru
til taks á hverjum einum tíma. Maður hefur bara séð þetta í framhaldsskólanum, hvað þetta hefur skipt miklu máli. Þar hefur þetta gengið, að því ég best veit og þar sem ég þekki til, gengið mjög vel. Það vakti athygli mína hér á fundi unga fólks sem við sóttum hér daginn, að þar var einmitt verið að tala félagsmiðstöðarnar og það gagnrýnt að það skildu vera langflestar, nánast allar, í skólunum. Og þá rifjaðist upp fyrir mér þegar við vorum að einsetja skólan á sínum tíma, sem gerist í fyrradag. Ein rökin fyrir einsetningu skóla voru þau að þarna ættu við helling af húsrými sem væri ekkert nýtt, sem væri hins vegar hægt að nýta sko, eftir klukkan 3 á daginn það bil ef við einsettum skólana. Og það var talað að setja þarna inn aldraða til funda, þarna áttu hverfisráðan að koma inn og dittinn og dattinn. Þannig að það í anda þeirra raka sem voru sett fram á sínum tíma fyrir einsetningu að nota skólana, setja þar inn þessar félagsmiðstöðar, en þá þurfum við aftur að koma til móts við krakkana með einhverjum hætti, þannig að átt okkur á því hvað þau setja þar út á og hvernig hægt að ráða bót á því. Þannig að þau fíli félagsmiðstöðarnar virkilega. Það eiga að vera áfram í skólunum. Það mín einlæga sannfæring og það einlæg sannfæring mín að þetta hefur verið heillaspor og við eigum alls ekki á neinn hátt að stíga tilbaka en það held ég að svona bæjarfulltrúi sé ekki að tala það, heldur að þurfi kannski að styðja við og hafa eftirlit með og reyna að fullna þessum mest og besti markmiðum sem voru sett með þessari breytingu. Ég held að ég skilja hana alveg rétt hvað þetta varðar. Þakka fyrir þetta. Það er bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Lára Haldara Eiríksdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil þakka fyrir þessa umræðu sem er hér þetta mikilvæga mál, því að ég held að við getum öll verið sammála það að þetta er mjög mikilvægt og við höfum rætt það áður. Í mínum huga, aðeins að ég ætla að fara að túlka orð bæjarfulltrúa Sunnu Hlínar, að þá einmitt skilja hann ekki endilega þannig að hún sé að leggja það til að við séum að bakka út úr því að færa fólkið aftur út úr skólunum. Ég skil hana nú alls ekki þannig. Það er þetta ákall eftir því að fagmennskan sé í fyrirrúmi og við séum að vanda til verka og ég held að það sé líka eitthvað sem að hljóta vera hægt að vera sammála að sé mikilvægt að gera. En það er bara hins vegar nákvæmlega í mínum huga eftir yfirferð bæjarfulltrúa Heimis hér áðan það sem er verið að fara að gera. Ég ætla bara að fagna því sérstaklega að hér sé verið að fara að endurskoða starfslýsingar, að það sé verið að fara að gera kannanir meðal nemenda og barna sem eru að sækja þessar félagsmiðstöðvar. Það sé verið að fara að kanna hvað fólkinu sem að vinnur í þessum störfum finnst. Vegna þess að ég segi það alltaf við verðum að fá gögn og það er verið að fara að leita eftir þessum upplýsingum og fá þessi gögn og í framhaldinu að sjálfsögðu ef að við sjáum að það er eitthvað sem þarf að gera betur og bæta fagmennsku á einhvern hátt, þá hlýtur það að koma fram í einhverjum af þessum gögnum. Þannig að ég segi, flýtum okkur hægt og mér finnst sjálfsagt mál að þessi stýrihópur verði áfram við störf og við gefum okkur þennan tíma en að við byrjum á þessum skrefum sem að svo sannarlega er verið að fara að stíga. Takk. Og bæjarfulltrúi Lára Haldara Eiríksdóttir lokið máli sínu. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir, ég ætlaði bara að taka því á meðleiðinni.
Ég bara leggja það til við ráðum. Herru, jæja, áhugaverð umræða og við verðumst öll vera eitthvað að miskila hvort annað, en ég er alls ekki að tala að bakka, en það sagði ég að margt hafi tekist vel til og get alveg viðurkennt ef ég hef rangt fyrir mér og sagði það með virki og það, en þetta er bara, og það var markmiðið og ég eiginlega send af þessum hópi til að halda áfram þessari vinnu. Af því að við stóðum frammi fyrir það að nú er stýrihópurinn á enda og við erum bara rétt að hefja þessa innleiðingu og áhyggjur af þessu faglega starfi, en ef að það er vilja að taka út á einni hendi þá er það bara allt í lagi minn vegna. Það verður samt sem áður að tryggja faglega forystu, hvort sem það verður að við höfum Jakob áfram að störfum eða stýrihópurinn vinni það eða hvað það er. Við getum bara ekki sleppt að henda af þessu núna og ég hef engan áhuga að tengja þetta einhverju pólitík og ég sé búin að ákveða að ég hafi verið að móta þessu frá upphafi, af því að þá hefði ég hafnað þessu og haft hátt í upphafi sem ég gerði ekki, af því að fyrir mér skipta börnin langmestu máli hér. Þannig ég legg þá bara fram aðra tillögu. Umræðum hvernig tekist hefur til við innleiðingu breytinga á starfsemi félag er vísað til fræðslu og lýðheilsuráðs. Þar verður núverandi fyrirkomulag endurskoða með það markmiði að tryggja faglega forystu félagsmiðstöð á Akureyri og að starfsemi félagsmiðstöð að komi með öflum hætti til móts við þarfir grunnskóla, barna og vinnu stýrihóps við innleiðingu mun halda áfram. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sinni og ég ætla að taka 5 mínútna fundarhlé. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég komist eitthvað illa frá mér tillögunni áðan og nú kemur hún hér endur bætt. Umræða hvernig tekist hefur til við innleiðingu breytinga á starfsemi félag er vísað til fræðslu og lýðheilsuráðs. Þar verður núverandi fyrirkomulag metið með það markmið að tryggja að fagleg forysta félagsmiðstöð á Akureyri og að starfsemi félagsmiðstöð komi með öflum hætti til móts við þarfir grunnskólabarna. Slíkt mat verður gert á vettvangi stýrihóps í samráði við utanaðkomandi sérfræðing. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sinni, orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvað til hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillögu sem bæjarfulltrúi las upp, gefur merki og það eru öll. Takk fyrir það.